tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Jú, mikið rétt sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Staðan í leikjum kvöldsins, Everton 0, Liverpool 0 þegar 7 mínútur eftir. Og í spænsku deildinni þá verður lokatölur 2-1 fyrir Atlético Bilbao gegn Celta Vigo. Nú það, við erum konir núna í íslenska körfuknattleik og línuna er komin Hannes Sigurbjörn Jónsson, formaður sambandsins. Komdu heill og sæll og gleðilega hátíðir. Já, sæll og blessaður sem leiðis. Hvernig hefur þú það? Ég hef það bara rosalega gott hérna, bara sitt hérna við jólakortaskrif og bara hef það þægilegt bara. Já, og hvernig eru svona jólin hjá formanni körfuknattsambandsins? Þau eru, held ég nú bara svona, hvað maður að segja, mjög eðlileg og íslensk jól bara. Já. Það sem að það sem fjölskyldan kemur saman og allir hafa gaman og njóta þess að vera saman. Þannig að þú þarft ekki að fara ykkur skreppifundi á aðfangadag? Nei, það er ekkert svo leiðist. Þá fáum við frí frá fundum og ýmsu öðru, sko. Já, nákvæmlega. Þá bara skellir maður sér Nú. í kirkju og fer og borða góðan hamborgararrygg og svo taka jólin við bara hver dagurinn að fætur öðrum og ég held með þess að ég ætla að kíkja á Selfoss og jóladag með þess að til þín, sko. Svo næstu til þín, sko. Það er aldrei veislan. Þetta verður veislan, maður. Já. Nákvæmlega. Herðu, körfubolta árið 2016, þið haldið áfram að skrifa ykkur í sögubækurnar. Það er alveg sama hvort það kemur að kvennalandsliðinu okkar að kallalandsliðinu. Já, Þetta er bara enn eitt flott árið okkar og framundan er síðan enn eitt sögulega árið okkar í verkefnum og öðru og ég hef sagt svona upp á síðkastið að þetta er náttúrulega maður hljóman eins og rispu plata síðustu 2-3 árin, maður talar alltaf góðan árangur á árinu og næsta ár séð að stærsta en þetta virðist einhvern veginn bara fylgjast að bara og auðvitað er þetta frábært og mikið gaman og gleði hvað það gengur vel hjá okkur. Og það er náttúrulega þessu fylgir ýmislegt, það er þetta stækkar og þetta er náttúrulega, það er nú bara staðreynd að við erum orðin ein stærsta íþróttagreinin á landinu saman hvort við horfum til mótahaldsins hjá okkur hérna heima eða hvort við horfum til afreksstarfsins og það er náttúrulega einstaklega ánægilegt að vera orðin svona stór íþrótt á öllum þessum sviðum og draumur margra hefur ræst á undanförnum árum og þetta er mjög skemmtilegt og gaman að fá að taka þátt í þessu og í rauninni algjör forréttindi og líka bara allir þeir sem eins og maður segir sem hafa komið nálægt þessu, það eru ansi margir sem eru búin að leggja hönd og plóg á síðustu áratugum að gera þetta alltaf veruleika og þessi árangur okkar á þessu ári er náttúrulega bara magnaður, þú tekið yngri landsliðin okkar. Við eigum leikmenn í úrvalsliðum og Norðurlandamótum og slá í gegn í Evrópukeppnum og yngri liðin okkar að slá í gegn hvort sem það er í B-deildunum eða A-deildunum og vinna sinni sæti í A-deild eins og til dæmis 20 ára strákanir okkar sem taka þátt í A-deild núna í fyrsta sinn í sögunni að við séum að senda 20 ára lið í lokamót í Evrópukeppni á næsta ári, það er bara algjörlega magnað. Stelpunur okkar í 18 ára landsliðinu, þær kepptu til undanúrslita í B-deildinni og voru nálægt í að vinna sinni sæti í A-deildinni og svona getum við haldið áfram og það er náttúrulega sérstakt að horfa til þess. Þetta sé ég mjög mikið og sérstaklega eins og í mínu störfum innan Evrópska körfuboltasambandsins bæði í stjórninni þar og sem formaður svokallara smáþjóðanemndar að það er mjög sérstakt að horfa til Íslands í dag og við erum í rauninni ekki talin smáþjóð, við fáum ekki að senda liðin okkar í neina af þessum smáþjóðum eða svokallar sérkeppnum sem eru kallaðar, saman hvort það eru A-landsliðin okkar eðlilega eða yngri landsliðin okkar, meðan að það eru 13 aðrar þjóðir af 52 í Evrópu sem geta kallast sér svokallar C-þjóður og fengið að taka þátt í þessum keppnum og þá erum við að horfa á lönd eins og Danmörk og Írland til dæmis sem eru náttúrulega mun stærri en við og þetta sýnir náttúrulega bara þann mikla árangur og allt þetta starf sem er búið að vinna þannig að þetta er bara gott og rúsínan í pylsuendan er náttúrulega árangur síðan karlalandsliðsins og kvennalandsliðsins okkar að karlalandsliðið okkar skulle komast inn á Eurobasket og vera þar annað Eurobasket móti í röð og keppa þar næsta haust og ekki bara með þeim árangur að við skulum vera að komast inn á Eurobasket þá erum við líka að komast inn í nýja undankeppni fyrir heimsmeistaramótið 2019 með þessum árangri og
og svo kvennalandsliðið okkar sem að brillera líka og ná besta árangur okkar sem við höfum náð á þessu ári sem að með því að leggja til dæmis Ungverjaland á velli og svo Portúgalinu heima og núna í nóvember og við erum nú þegar þar búin að vinna okkur ansi langt upp listan og erum í svona 23. 4. sæti í kvennalandsliðum í dag í Evrópu og meðal annars með lönd fyrir neðan okkur eins og Þýskaland, Litáin, Finnland. Þannig að það er frábæra árangur, bjartir tímar, mikið að vera, en á sama skapi þurfum við líka að passa vel upp á alla hluti. Það er náttúrulega, það þarf við ekki voða lítið til að allt þetta fari bara frá okkur upp á þurru. Algjörlega, og við verðum að vera meðvituð það og það skiptir ekki máli hvort það sé ég og við í stjórn og starfsmenn sambandsins og hreiningin öll, við þurfum öll að vera saman í þessu. Við höfum náð þessum árangri saman og við þurfum áfram saman að vera á tánum og vera tilbúin að takast á við nýjar áskoranir og gera nýja hluti og þora að gera nýja hluti saman hvort það sé í kettisjörgkomulagi hér heima til að bæta hlutina eða ýmsu öðru. Og ofan á þetta má svo ekki gleyma því sem við erum búin að vera að vinna á undanförnum árum í fræðslu og útbreiðslumálum og sérstaklega varðandi þjálfuramenntunin okkar sem við höfum tekið í stórstigum framförum og félögin okkar eru munu njóta góðs á næstu árum og þannig að geta búið til enn betri körfuboltamenn. Þetta í rauninni þessi partur að því að halda áfram, vera áfram í því að byggja ofan á árangurinn og það er það sem við þurfum að gera og ég er sannfærður að ef við höldum rétt á spilunum og við séum öll á sömu línu og sömu blaðsið í þessu að þá mun það halda áfram að vera. Það er fullt af verkefnum og ég vil nú ekki segja vandamálum en það er fullt bara af miklum verkefnum sem við þurfum að leysa og þrautir hér og þar og auðvitað eru skipta skoðanir á það hvernig á að gera hlutina og það er bara hið eðlilegasta mál en saman þurfum við að vera í því að halda áfram á þessari braut. En þetta eru ansi mörg landslið sem að fara núna til annarra landa á núna næsta ári, árið 2017 verður náttúrulega eitt stærsta og hvað svona umfangsmesta landslið í sögunni hjá ykkur. Hvernig í ósköpunum náið að tækla þetta alls saman? Er það bara skipulagning? Já, það er náttúrulega mjög mikil skipulagning og ég meina að þessu starfi koma þessu afreksstarfinu, allir leikmennir þjálfaranir, sjúkraþjálfarar, styrktarþjálfarar, afrekstendin okkar, stjórnin og svo náttúrulega við á skrifstofunni og við til dæmis þessu nú bara nýlega vorum að bæta við manneski tímabundi á skrifstofuna til rauninni bara svo hægt sé að halda utan þessa hluti. Það er nú líka málið, þessi árangur, hann náttúrulega gerist mjög hratt ef má segja svo á undanförnum árum og það náttúrulega þetta hefur líka vaxtaverki í för með sér og ýmislegt sem þarf að huga að en enn og aftur, ef við erum bara samstíða sem hreyfing í þessu og eins og við höfum verið og þurfum að vera það áfram að þá er þetta hægt. En það er til dæmis gaman að segja frá því að það eru í dag, það eru hátt í 40 þjálfarar sem koma að afreksstarfinu okkar, við erum með hátt í kringum 10 sjúkraþjálfara, 2-3 styrktarþjálfara og annað, þannig að þetta er mikið og það er líka í rauninni ávísun á að ná árangri og viðhaldunum, það er þetta ákveð svona fagteymisvinna sem maður kallar í kringum það og þar höfum við notið til með skoður að liðsinni ISI og vinnu sem hefur verið unnin á þeim vettvangi til að hjálpa okkur með það og ýmsa aðra hluti þannig að í rauninni er þetta engar, hvað maður að segja, þetta er ekki tiljóðlega þegar við náum árangri en að ná árangri kostar líka það þarf meiri faglegheit í starfi. En nú er þetta líka ný kynslóð bara að koma upp framtíðarlandsstjórnir okkar Martin Hermansson og Gunnhildur Gunnarsdóttir núna, körfuknattleiksfólk ársins. Ótrúlegur árangur hjá báðum en það er svo gaman að horfa á aldrun á þeim, hvað þau eru ung. Það er mjög gaman og við horfum á þess að bara þess að ungu krakka, bæði strákar og stelpur sem eru að koma upp hjá okkur og hvað í rauninni þau eru að gera og annað og það er rauninni bara, þetta er frábært og þetta sýnir sig í þessu eins og þú varst að nefna til dæmis með Martin og Gunnhildi og svo getum við nefnt fullt af fleiri nöfnum og þetta er það sem er svo gaman að sjá og þetta eru að sjá í yngri flokkamótunum okkar. Ég er þetta heppinn til dæmis að geta verið mikið að kíkja á yngri flokkamót og annað og það sem bæði krakkarnir mín eru að spila í yngri flokkunum og svo reynir maður að kíkja á önnur mót svona við og við líka að það er rauninni hvað þessi krakkar eru orðnir bara komur að segja svona teknískir og góðir bara mjög snemma og þetta heldur áfram og þá fara okkar leikmenn meira út hvort sem það er í
skóla til Bandaríkjanna eða síðan til Evrópu og það síðan framtíðin og eignast fleiri atvinnumenn líka eitthvað sem við viljum gera. Nákvæmlega. Og já, eins og við erum búin að koma inn á áður, A-landsliðin okkar, þau að vekja athygli og þú ert væntanlega búin að fá þessa spurningu margoft kannski frá stóru þjóðunum. Hvað eru þið að gera á Íslandi? Já, nákvæmlega. Við erum oft og við náttúrulega fáum þessa spurningu og við vitum í dag að það nú bara þannig að það að ganga vel í íslensku íþróttalífi. Þetta náttúrulega ekki bara í körfuboltanum, þetta bara íslenskt íþróttalífi að ganga mjög vel og maður fær oft þessa spurningu hvað eru þið að gera og hvað eru þið að gera bara í íþróttum almennt. Í rauninni ekki kannski til, þú veist, ég segi, sko, eina sanna rétt að svara ekki til, en það samt það sem að ef ég tala fyrir okkur í körfuboltanum að þá það í rauninni, það eru nokkru hlutir eins og til dæmis bara leikmennir okkar eru búin að leggja mikið á sig á undanförnum árum til að ná þessum árangri, koma eldri leikmenn aðstofa mikið ungu leikmenni og og síðan það þannig að félögin okkar og fólki í kringum þetta að leggja sér mjög mikla vinnu, mikið náttúrulega allt þetta í sjálfboðavinnu, það svo mikið hugsjón og passjónið í kringum þetta og bakvið þetta. Það parturinn af þessum mikla góða árangri vil ég meina. Það fólkið allt sem bara inni fjársjóðurinn í kringum þetta. Þú veist, þá aftur leikmennir, þjálfararnir, allir sem koma nálægt þessu, það allir í þessu af lífi og sál og í rauninni að njóta þess að vera í kringum þetta. Það skila sér bara á parkettið og síðan í úrslit leikja og í árangri. Já, nákvæmlega. Þannig, já, allan að framtíðin björt og já, svona, hvað myndir þú segja, þið eru með svo mörg verkefni í 2017, en hvað svona ykkar stærsta verkefni að þessu? Stærsta verkefnið náttúrulega í rauninni, það Eurobasket hjá karlalandsliðinu og 20 ára strákarnir okkar í lokamótinu og þá aftur að karlalandsliðin að taka þátt í undankeppni að HM í fyrsta sinni 9 keppnisdagatali hjá FIBA sem byrjar í nóvember eftir í rauninni Eurobasket og það mjög stórt og svo kvennalandsliðið að fara aftur í undankeppni. Það svona þess að maður gæti, hvað maður að segja, við tökum þetta svona stærstu punktana en þá það Eurobasket hjá strákunum 20 hjá strákunum þar og síðan með kvennalandslið að taka þátt í undankeppni EM. Svo náttúrulega ýmislegt annað framundan, aftur kemur þú veist þjálfaramenntinin, fræðslu og útbreiðslustarfi til félagana, það þing hjá okkur í vor, það körfuboltasþing í vor og við erum að vinna hluti fyrir þar og meðal annars erum við að skoða eins og þú veist varandi regluvarandi erlendar leikmenn, það var nú mikið rætt í vor og formannafundi í okkur. Það ekki búið að vera síðustu ár? Jú, það hefur verið á síðustu árum en ég vona og það það sem við höfum núna. Við munum við erum komin á það stað, ég heldur munum hafa bara þroska til að ræða það og fara yfir þetta yfirvegað og vonandi getum við líka bara búin að leyfa þinginu svolítið að ræða eitthvað annað en bara þessu útlendingamál. Já, nákvæmlega. En það mun klárlega verða rætt. Þótt að ég segi, það mun koma upp og við erum meðal annars þessa dagana bara skoðanakönnun sem að fara meðal leikmanna, þjálfara og stjórnamanna í tveimur efstu deildum karla og kvenna hjá okkur, þá erum við að reyna að fá skoðanir þeirra, þeir sem eru í reyni að taka þátt í þessu, alveg áfullu, þá heyra hvað þau segja. Við þurfum að huga að þinginu aftur, við þurfum að huga að kannski einhverjum reglubreitingum varandi keppnisfyrirkomulagi á okkur yngri flokkum. Það orðið það mikil fjölgun og annað, við erum komin á stað og hugsanlega þurfum að gera breytingar þar. Við þurfum að búa til ákveði kerfi, mér ítlaði að nota orðið leyfiskerfi, en við horfum á þannig ákveði leyfiskerfi kannski fyrir félagin sem í eins og dóminosteildum karla og kvenna, bara til að upp á ýmsa faglegheit þar inni og þá kemur aftur þjálfaramálin þar inni að við viljum að allir þjálfarinnir okkar eftir 2-3 ára þá verði bara allir þjálfarar og konum ákveðin réttindi til að fá í rauninni að taka þátt í að þjálfa í Íslandsmótu hjá okkur og í mótum okkar vegum. Þannig að það mjög margt eins og þú heyrir fyrir þetta kannski afreksstarfið og mótahaldið, þá margt annað sem við þurfum að hafa í huga og fara yfir og það gaman að taka þátt í þeirri vinnu og verður gaman að sjá hvað við gerum á næstunni. Meðan annars hófum við þá vinnu í gær, við vorum í gær með fund með öllum þjálfurum meistaraflokka kvenna. Það ýmislegt sem við getum öll gert betur og þurfum að bæta eins í og fjölga hjá okkur langar mikið að fjölga stelpum í körfubolta. Við höfum mikil tækifæri á því að fá fleiri stelpur og inn í körfuboltan og það er mikil aukning hjá okkur núna á yngsta stiginu, eins hjá 12 ára og yngri og okkur langar að viðhalda þeirri þróun og við þurfum að vera tilbúin í það og þetta eru tækifæri og
þegar ég var að tala áðan, við erum ekki bara að tjalda til ykkur einna nætur, við þurfum að horfa vel inn í framtíðina í öllu þessu málum, alveg svo hlutinni gerast ekki bara með því að smella fingrum, þetta tekur tíma, við þurfum að vera þolinmóð og við þurfum að horfa, nú þurfum við að vera að gera plön með nokkra ára fyrirvara fram í tíman, þannig að allir viti hvað við ætlum að standa og hvað við ætlum að gera. Það er kannski eitt í lokin áður en ég sleppi þér, það eru dómarar hérna á Íslandi sem eru byrjaðir að dæma margoft bara í útlöndum. Já, við eigum í dag 2 FIBA-dómara og svo erum við 2 sem kallast FIBA efnileg dómarar eða potential sem að verða vonandi FIBA-dómarar innan örfára ára og þessi eins og Sigmundur Már og Leifur, þeir hafa verið að fá verkefni og Sigmundur Már hefur að fá mikið af verkefnum undanfari og við vonum að fá meira, við viljum að fá meira því að og teljum að bæði hann og Leifur, þeir eigi að fá fleiri verkefni í Evrópu og vonumst eftir því að það komi fleiri verkefni á nýja ári. Hannes Björn Jónsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Ég hugsa ég geti rætt við þig í meir en klukkustund en það er bara stundum tíminn bara alveg ótrúlegur, það er ekki hægt að stoppa hann. Það er alltaf svo gaman að tala eitthvað svona skemmtilegt. Það er gaman að tala körfubolta og íþróttir yfir höfuð. Já, nákvæmlega og það er bara jólakveðju til ykkar. Bestu þakkir. Bara gleðileg jól til þín og allra sem að hlusta. Þakka fyrir. Takk. Já, við höldum áfram í sportinu, næst það íslensk knattspyrna og línuna verður Víðir Sigurðsson sem hjá Morgunblaðinu og höfundur bókina Hú og íslensk knattspyrna.